Komið sæl. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessara síðustu guðþjónustu þessa árs. Við erum stödd í kapellu Heilbrigðisstofnunar Patreksfjarðar, eða Hvest eins og hún er nefnd í daglegu tali. Hér eru heimilismenn það fáir að við getum virt gildandi samkomutakmörk. En það reynir enn á þolinmæði okkar allra, þar að segja að það verði slakað á þessum samkomutakmörkunum. En á meðan við bíðum þess að komast aftur í kirkju, vona ég að þið njótið þess að hlusta á orð Guðs héðan heima í stofu. En við skulum byrja á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur inngöngubænina. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Og við ætlum að syngja Sálm nr. 504, Ástarfaðir himinn hæða. Við skulum biðja. Almáttigi eilífi Guð, við þökkum þér að þú hefur varðveitt okkur í náð þinni til þessara stundar. Við biðjum þig, leiddu og leiðbeindu okkur einnig á hinu komandi ári í miskunn þinni og mildi og lát blessun þína hvíla yfir okkur. Fyrir Jesú Krist frelsara okkar og Drottinn sem með þér og heilugum anda lifir og ríkir, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Fyrri ritningalestur þessa dags er úr Sálmi nr. 90. Drottinn, þú hefur verið okkur athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíð til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár er í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn.
já eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkar gjörð. Og síðari ritningalesturinn úr Hebreabréfinu og hljóðar þannig: Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Því getum við örugg sagt, Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gert mér? Minnist leiðtoga ykkar þegar Guðs orð hafa til ykkar talað. Virðið fyrir ykkur hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn. Og við skulum hlýða á heilagt guðspjall sem úr Lúkasi. Verið vel tíaðir og látið ljósið að loga og verið líkir þjónum sem bíða þess húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi. Og þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndinn finnur vakandi hann kemur. Sannlega segi yður, hann mun búa sig, láta þá setjast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi hann miðnætti eða síðar og finni þá vakandi, sælir eru þeir þá. Það skiljið þér að húsráðandi léti ekki brjótast inn í húsið ef hann vissi á hvaða stundu þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur. Og á eftir þessu ætlum við að syngja dag í senn. Mun ég þurfa þá að kvíða neinu.
Við skulum biðja. Eilífi Guð, við þökkum þér fyrir þá miklu gjöf þú gafst okkur son þinn Jesú Krist, svo hann gæti frelsað okkur frá syndum okkar. Þakka þér að þú hefur borið umhyggju fyrir okkur hvern dag hingað til og við biðjum þig að vera með okkur, vernda og blessa í lífi og starfi á komandi ári. Við lofum þig og þökkum þér fyrir varðveislu þína og eilífar blessanir. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og Drottni Jesú Kristi. Kæru vinir, enn eitt ár liðið og við undrumst öll hvað það leið fljótt. Samt hefur þetta ár verið öðruvísi en öll önnur og mörgum verið það mjög erfitt. Allt hefur breyst, félagslíf, skólastarf, heimsóknir, nærvera með ættingjum og að ég nefni ekki ferðalög. Allt hefur verið takmörkunum háð og nú þegar við lítum tilbaka þá finnum við hvað samverustundir með okkar nánustu eru dýrmætar. Sem betur fer tæknin hliðholl svo við getum haldið sambandi við fólk, séð andlit þess á meðan við tölum við það í gegnum síma eða í tölvu. Þessi tækni ekki bara dýrmæt fyrir eldra fólk, það að sjá barnabörnin sín, heldur líka dýrmæt fyrir barnabörnin að sjá afa og ömmu. Þegar COVID kom, breyttist heimurinn í einu vetfangi. Enginn gat séð þetta fyrir, enginn var viðbúinn. Og í næstum heilt ár hafa allir þurft að halda sér vakandi varðandi allar hugsanlegar smitleiðir. Og texti dagsins fjallar einmitt það að vera viðbúinn, sofna ekki á verðinum, láta ekki koma sér á óvörum og missa ekki þannig af tækifærinu þegar Drottinn kemur. Eða eins og það orðað í Guðspjallinu, verið vel týjaðir og látið ljósið að loga og verið líkir þjónum sem bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi, að þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra. Sem sagt, verið vakandi þegar að Drottinn kemur. Já, textinn segir líka að sælir eru þeir þjónar sem húsbóndi finnur vakandi þegar hann kemur. Það nefnilega erfitt að halda sér vakandi, halda sér við efnið. Það sjáum við á því hvað mörgum hefur reynst erfitt að halda út varðandi þessar sóttvarnareglur og samkomutakmörk. Því að hið frjálsa líf sem við erum vön að hafa hefur aldrei verið sett í svona þröngan ramma áður. Allt þetta ár hefur stöðugt þurft að minna okkur á með daglegum upplýsingafundum hvernig baráttan gengur og hvað okkur fyrir bestu. Við þurfum nefnilega reglulega áminningu. Kirkjan þurfti líka að loka dyrum sínum eins og svo margar stofnanir og fjölda athafna var frestað eða strengt. Prestar landsins hafa reynt að fremsta megni að standa vaktina eins og þríeykið okkar og reynt að halda tengslum við fólkið sitt og hjálpa þeim að halda trúnni vakandi. Og minna það reglulega á að Guð hefur ekki yfirgefið okkur þó við komumst ekki í kirkju. Því Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Því getum við öruggt sagt, Drottinn með hjálpari, eigi mun ég óttast. Og sálmurinn sagði Drottinn, þú hefur verið okkur athvarf frá kyni til kyns. Já, okkar eilífi Guð hefur blessað mannkynið frá upphafi heims, frá upphafi veraldar. Og enn í dag getum við treyst á handleiðslu hans og blessanir þegar við mætum erfiðleikum.
Áramót gera margir heit umskipti í sínu lífi, en mér finnst ekki ólíklegt að áramótaheitin verði með breyttum áherslum í þetta sinn. Veiran hefur haft varanleg áhrif á lífsafstöðu okkar. Nú þrá allir samveru með sínum nánustu, heimsóknir til vina og að geta ferðast heiminn. Mitt í þessum faraldri hefur fjöldi manns innan kirkjunnar staðið vaktina bak við tjöldin. Fólk sem ávallt tilbúið að aðstoða, hringja klukkum, sjá undirleik eða syngja fyrir upptökur eða streymi. Þó kirkjurnar hafi verið lokaðar þarf samt sem áður að halda þeim við og þrif hafa aukist því að meiri vinna við að sótthreinsa fyrir og eftir athafnir þó þær hafi verið fámennar. Þannig að álagið á kirkjuverði minnkaði ekki og viðhald á kirkjum hefur heldur ekki getað beðið. Sjálfboðaliðar sem starfa fyrir kirkjuna, sóknarnefndir og fólki sem syngur á kirkjukórum eiga mikið þakklæti skilið fyrir sitt óeigingjarna framlag og þjónustu. En þetta ár hefur líka verið þeim erfitt á margan hátt. Við lærðum öll að meta það sem okkur fannst áður sjálfsagt og höfum saknað margs. Og það sem við biðjum Guð heitast núna að við fáum aftur að snúa til eðlilegs lífs. En þar til líf okkar kemst aftur í eðlilegt horf, tökum við orð Drottins alvarlega. Við skulum halda okkur vakandi. Biðja Guð að hjálpa okkur að halda þetta út. Þetta alveg að verða búið. Við skulum biðja. Drottinn, við þökkum þér fyrir kærleika þinn og umhyggju fyrir okkur. Þakka þér fyrir og blessaðu ríkulega alla þá sem vinna óeigingjarnt starf fyrir nafn þitt. Við þökkum þér árið sem senn liðið, fyrir gleði þess og sorgir, allt sem það gaf og tók. Leystu okkur frá gremju yfir því sem að baki og kvíða fyrir komandi degi. Kendu okkur að nota rétt hverja stund sem þú gefur. Í þínar hendur felum við árið liðna og í trausti til handleiðslu þinnar höldum við inn í dyr hins nýja sem við biðjum að færi öllum betri og áhyggjulausa tíma í faðmi fjölskyldu og vina. Vísa okkur veginn, Drottinn, og leiddu okkur gegnum skammdegi lífsins, að við náum því marki sem þú hefur sett í lífsgöngu okkar. Amen. Dýrð sé Guði Föður og Syni og heilugum Anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Náðin Drottins oss Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags Anda, sé með yður öllum. Amen. Leið og ég þakka ykkur kynnin á líðandi ári og bið þess að komandi ár verði ykkur áhyggjulaust og hamingjuríkt, þá óska ég ykkur öllum gleðilegs árs. Að
Við skulum biðja. Við þökkum þér miskunnsami Faðir fyrir liðið ár. Við gleðjumst yfir nýliðinni fæðingarhátíð frelsara okkar. Halt okkur fast við hann svo að við fyrir trúna á hann öðlumst þann frið sem enginn megnar að taka frá okkur. Fyrir Jesú Krist Drottinn vor. Himneski Faðir, þú gefi okkur athvarfi kirkju þinni á jörðu. Hjálpa okkur að nýta í okkar samfélagi þá ávexti andans sem þú hefur gefið hverjum og einum. Við þökkum þér fyrir að senda okkur einkason þinn Jesú Krist, þitt lifandi orð og gerðir hann að frelsara og endurlausnara fyrir alla menn á jörðu. Fyrir Jesú Krist Drottinn vor. Við felum þér heimili okkar og fjölskyldur, blessaðu og umvefðu hvern og einn í kærleika þínum. Gefðu styrk, orku og þrek til að mæta þeim áskorunum sem hver dagur felur í sér. Leiddu okkur í þroska og hvern mann til trúar á þig fyrir Jesú Krist Drottinn vor. Við felum þér líf okkar og starf og þökkum handleiðslu þínar í gegnum hinnar erfiðu stundir í þessum heimsfaraldri. Við biðjum þig að blessa þá sem enn kljást við veikindi, upplifa einmanaleika eða syrgja ástvini. Við minnumst þeirra sem sofnaðir eru, þeir hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi þeim. Fyrir Jesú Krist Drottinn vor. Drottinn, við biðjum fyrir landi og þjóð, blessa þú ráðamenn landsins og menningarlíf okkar. Hjálpa okkur að standa vörð náttúruna og fara vel með auðæfi hennar, gjafir þínar. Hjálpa okkur að viðhalda frjálsu og réttlátu þjóðfélagi. Fyrir Jesú Krist Drottinn vor. Og allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem að Drottinn kenndi okkur og við segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Meðtakið drottinlega blessun. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen. Það er svo fá ljós hérna. Leita
Amen. Kæri vinur, ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, fyrir þessa notalegu stund og óska ykkur allsins besta á nýju ári.